Heimilt verður að veiða 150 langreyðar árlega samkvæmt ákvörðun sitjandi sjávarútvegsráðherra. Hrefnuveiðar verða líka leyfðar samkvæmt reglugerð frá í morgun. Stórhvelaveiðar geta hafist að nýju Íslandsstrendur eftir að hafa legið að mestu niðri í rúm 20 ár. Einnig hefur verið gefið leyfi til hrefnuveiða. Veiðar á langreið lögðust af árið 1988 en árið 2006 var gefið út leyfi til að veiða 9 dýr. Hrefnuveiðar voru hins vegar stundaðar í vísindaskyni á árabilinu 2003 til 2007. Með nýrri reglugerð frá sjávarútvegsráðuneyti verður heimilt að veiða 150 langreiðar á ári til ársins 2013, sem svipaður fjöldi og síðustu árin sem veiðar voru stundaðar. Einnig verður heimilt að veiða 100 til 150 hrefnur á ári, en hvorutveggja miðað við núgildandi veiðiráðgjöf Hafrannsóknastofnunar. Með öðrum orðum þá opnað á að hvalveiðar í atvinnuskyni hefjist fyrir alvöru á nýjan leik. Einar K. Guðfinnsson, sjávarútvegsráðherra, kveðst vera í fullu umboði til að leyfa hvalveiðar þótt ríkisstjórnin sé fallin. Frjálslyndi flokkurinn mun ekki styðja nýja ríkisstjórn Vinstri grænna og Samfylkingar verði ákvörðun fráfarandi sjávarútvegsráðherra aukin hvalveiðikvóta felld úr gildi. Kristján Már Unnarsson og Höskuldur Kári Schram eru með þessa frétt. Eitt af síðustu embættisverkum Einars K. Guðfinnssonar, fráfarandi sjávarútvegsráðherra, var að gefa út nýjan hvalveiðikvóta í gær. Ákvörðunin hefur verið harðlega gagnrýnd enda skipta skoðanir málið. Þetta ákaflega sérkennileg stjórnsýsla hjá ráðherra í starfsstjórn. Að reyna að negla arftaka sinn með þessum hætti. Mér líst ekkert á að fráfarandi sjávarútvegsráðherra hann misnoti sína stöðu með þessum hætti til þess að taka þessa umdeildu ákvörðun. Vinstri grænir og Samfylking vilja ógilda ákvörðun ráðherra. Framsóknarmenn eru hins vegar hlynntir hvalveiðum í atvinnuskyni sem og frjálslyndir. En ef þessari ákvörðun verður snúið við, munið þið styðja slíka ríkisstjórn? Við munum bara meta það, en ég tel að við munum ekki gera það ef að menn alltaf algjörlega henda þessu fyrir róða. Einar, var þetta óeðlileg ákvörðun hjá þér? Nei, þetta var algjörlega eðlileg ákvörðun. Þetta var auðvitað gert í framhaldi af því að við tókum ákvörðun árið 2006 að hefja þá atvinnuveiðar og þær hafa staðið yfir síðan. Hvað segir þær vangaveltur að eftirmaður þinn muni jafnvel ógilda þessa ákvörðun? Það verður auðvitað að vera í hans höndum hver sem sá góð einstaklingur verður, en það með ólíkindum ef það verður hinn illa fyrsta ganga nýrra ríkisstjórnar að draga úr atvinnusköpun og draga úr gjaldeyrissköpun. Ákvörðun sjávarútvegsráðherra að leyfa hvalveiðar í atvinnuskyni óeðlileg að mati stjórnmálafræðings. Hann telur að hún verði dregin til baka af nýrri stjórn. Einar Már Þórðarsson, stjórnmálafræðingur, segir ákvörðun sjávarútvegsráðherra að hefja hvalveiðar á ný vera óeðlilega og hefndaraðgerð. Það verður líklegast eitt af fyrstu verkum nýrrar ríkisstjórnar að fella hann úr gildi. Veiðar á stórhvelum voru stundaðar hér við land til ársins 1988. Árið 2006 var gefið út leyfi fyrir veiðum á 9 langreiðum, en síðan hafa hvalveiðibátar ekki farið á sjó. Nú gæti farið svo að hér á planinu í hvalstöðinni í Hvalfirði yrðu skornir allt að 150 hvalir á ári. En það sem sérstakt við stöðuna í dag að það ekki hvalirnir sjálfur sem eru aðal umræðuefnið, heldur það hvernig staðið var að ákvörðun sjávarútvegsráðherra. Við fréttum bara þessu undir kvöldi og ég ætla ekkert að segja það mál annað en það að þetta ákaflega sérkennileg stjórnsýsla hjá ráðherra í starfsstjórn. Að reyna að negla arftaka sinn með þessum hætti. Ég bara óskup einfaldlega að segja, þetta ekkert stórmannlegt. Þið munum taka á þessu þegar þið eru komin í ríkisstjórn. Það sjálfsögðu, eins og annað sem býður þegar það kemur. Mér líst ekkert á að fráfarandi sjávarútvegsráðherra hann misnoti sína stöðu með þessum hætti til þess að taka þessa umdeildu ákvörðun. Ef að menn taka svona ákvörðun, þá þarf hún auðvitað að ræðast af ríkisstjórn landsins. Var það ekki gerst? Nei. Var það ekki borðið undir ykkur? Nei, ekki með svona ferðamálaráðherrann. Þannig að þú vissir fyrst af þessu í fjölmiðlum? Já. Líkt og fyrr togast á ólík sjónarmið. Þeirra sem vilja nýta það sem í sjónum og skapa þannig atvinnu og verðmæti, háð því að sjálfsögðu að markaðir séu fyrir hendi. Og hinna sem að óttast að ímynd Íslands út af við bíði hnekki og það hafi áhrif á útflutning ýmiss konar og ferðaþjónustu, ekki síst hvalaskoðun sem ört vaxandi atvinnugrein.
Húsavík af mörgum nefnd höfuðborg hvalaskoðunar á Íslandi en á síðasta ári fóru 115.000 ferðamenn í hvalaskoðun hér á landi. Framkvæmdastjóri Norðursiglingar á Húsavík segir aðsókn í hvalaskoðun hafa aukist þrátt fyrir rannsóknarveiðar undanfarin ár og veiðar í atvinnuskyni á síðasta ári. Þetta þýðir hins vegar ekki að veiðarnar hafi ekki áhrif á starfsemina. Nei, það gerir það ekki því að láni okkar og óláni vegna þrátt fyrir hvalveiðarnar þá hefur steypireyðum og hnúfubökkum hefur fjölgað síðustu árin á sama tíma og hrefnum hefur stórfækkað á okkar svæði. Talningar starfsmanna Norðursiglingar sýna að hrefnum á Skjálfanda hefur fækkað jafnt og þétt frá árinu 2003. Árin 2007 og 2008 sáust helmingi færri hrefnur á Skjálfanda miðað við árin 1999 til 2002. Samkvæmt upplýsingum frá Hafrannsóknarstofnun ástæða fækkunar á hrefnu við strendur landsins skortur á æti og hefur hrefnum ekki fækkað heldur hafi þær fært sig set. Það getur verið hluta skýringu, það á hreinu, en það líka á hreinu að það búið að drepa 220 hrefnur og þær verið ekki sýndar. Fara hvalaskoðun og hvalveiðar einhvern tímann saman? Þær mun ekki gera það á sömu tegundum, það útilokað. Að veiða hrefnur og sýna hrefnur, það gengur ekki saman. Þetta hér svokölluð spíklaug. En það reyndar ekki ljóst hvort að hún á aftur eftir að fyllast af spiki þótt að leyfið liggi fyrir. Það eina sem alveg ljóst að ákvörðun sjávarútvegsráðherra nú kemur mörgum á óvart. Jú, ég held að þessi ákvörðun sé alveg hæsta máti óeðlileg, hvað sem að mennum finnst hvalveiða, hvort sem menn eru með þeim eða móti, en hann náttúrulega sitjandi eða situr í starfsstjórn. Hann búinn að hafa þannig séð marga mánuði til þess að taka þessu ákvörðun og það ekki að lesa í þessa ákvörðun annað en þetta sé svona, já hvað ég að segja, svona ákveðin svona hefnd á samfylkinguna og að þá að næsta ríkisstjórn sem verður vantilega samfylking og Vinstri grænu þurfi þá að afnema þessa ákvörðun sem geti orðið mjög óvinsælt. Það að meina að hann sé í raun og veru að stilla komandi ríkisstjórn upp við vegg eða koma jafnvel höggja á hana? Já, ég held að sé ekki þetta að lesa þessa ákvörðun öðruvísi og hinga til hafa þessar starfsstjórnir sem að hafa setið milli ríkisstjórna, ekki tekin stórvægilegar ákvarðanir og þessi ákvörðun brýtur í bága við allar hefðir og þannig ekki að skilja öðruvísi en það sé raunni bara já að koma höggi á næstu ríkisstjórn hver sem verður. Japanar hafa gert hlé á hvalveiðum vegna árása hvalverndarsamtaka á japönsk veiðiskip. Grænfróðungar segja að raunveruleg ástæða sé sú að Japanar sitji uppi með allt of mikið af hvalkjöti. Japönsku hvalveiðibátarnir í Suður Íshafi hafa gert hlé á hvalveiðum sem átti ekki að ljúka fyrr en miðjan næsta mánuð. Þetta gert vegna árása liðsmanna verndarsamtaka á borð við Sea Shepherd sem segja vísindaveiðar Japana ólöglegar og vilja stöðva þær. そのため調査船団の安全を確保するため、捕鯨調査を現在中断をいたしております。シーシェパードによる度重なる妨害については極めて遺憾であります。関係国に対して適切な措置が取られるよう申し入れを行ってきているところでございます。En sem komið hefur enginn slasast í árásunum og hvalveiðiskipin ekki skemmst. Mótmælendur hafa kastað þráu smjöri í flöskum á skipin og hafa hvalveiðimenn svarað með því að sprauta úr háþrýstidælum á mótmælendur. Þá tókst mótmælendum í eitt skiptið að flækja bandi í skrúfu á einu skipinu og hægja á því. Eitt sinn fór þó nærri því illa þegar hraðbátur Sea Shepherd Eddie Gill rakst á hvalveiðiskip og sökk. Fólkin í bátnum var bjargað. Japanar segja að veiðar hefjast aftur þegar það verði talið óhætt. Japanskur starfsmaður grænfriðunga segir að ástæðan sé önnur. Japansk stjórnvöld sitji þegar uppi með allt of miklar birgðir af hvalkjöti. Hann segir að Sea Shepherd verði kennt en ástæðuna fyrir því að veiðunum sé hætt sé að finna heima fyrir. En það með ólíkindum ef það verður hinn illa fyrsta ganga nýrra ríkisstjórnar að draga úr atvinnusköpun og draga úr gjaldeyrissköpun og draga úr gjaldeyrissköpun